Komið sér. Í dag ætla ég að kenna ykkur frádráttar teningaspil og spilið er raun og veru mjög einfalt. Við þurfum 2 teninga og í dag ætlum við keppina að nota bakka fyrir teningana og við þurfum blað og blýant. Við gætum þurft einhver hjálpartæki, kemur því aðeins réttu eftir. Spilið er þannig að hvort okkar fær 100 stig, byrja með 100 stigum og við köstum teningum til skiptis, reiknum summu teningarnir sem við fáum og drögum það frá tölunni 100 til að byrja með og síðan frá þeirri tölur sem við erum alltaf með. Þannig að í raun og veru getur ekki verið einfaldara í sjálfu sér. En til þess að reikna teningarna, eða draga frá, þá er þetta náttúrulega ýmsar leiðir. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur bara fáum blað, eitthvað kraftblað og við getum látið barnið segja okkur töluna frá 100 og niður í 0 þegar spilið gengur út af það að sá sem fær 0 fyrstur kemst alveg niður á 0, hann verður að hitta akkurat á 0, hann vinnur spilið. Þannig að við þurfum að fara í gegnum svolítið margar tölur. Það er mjög gott að það er möguleiki að taka bara blað, skrifa fyrir barnið, það gengur hraða fyrir sig. Þetta má barnið skrifa sjálft, en við ætlum að fara frá 100 og niður. Þá segjum við 100, 99, 98, vilt þú segja? Hæ? Vilt þú segja 97? 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Og stoppa þar, 91. Og þá, ef það sést hérna á blaðinu, þá er fínt að fara frá 100 og niður 91 hér. Og hér fyrir neðan er gott þá að hafa 90. 90, 89 og svo framvegis. Við getum látið að fara alla rununa niður í 0 og svo væri hægt til dæmis að gera það einn daginn, hinn daginn væri til dæmis hægt að gera fyrst bara 100, 99, 98, 97 og þessar röð og fara síðan lóðrétt niður. Fara þá 100, 90, hvað kemur næst fyrir neðan? Það er 10 minna, það er 80, ok, fínt. Og það er svo hérna skemmtilegt að horfa til þess að hér verður 96, það er þá 86, 76, þetta getur reynst þeim krökkunum jafnvel erfitt að finna sig niður og breyta tugnum en ekki einingunum. Og að gera að tala um tugi og einingar í þessu sambandi. Þetta er ein leiðin, ég er búin að búa til hérna 100 töflur sjálf og sýna ykkur þá síðan hvernig við getum notað hana þegar við þurfum að reikna. Önnur leið er líka að nota málband, þau eru nú til á flestum heimilum, málband og þvottaklemmu sem talnalínu. Og þá er hægt að byrja að hafa klemmuna hér í 100 þegar við erum með 100 og sá sem kemst út fyrir, eða barnið getur til dæmis notað málbandið og þvottaklemmuna til að reikna sig niður frá 100 og niður. Og alltaf skráum við líka stigin hér. Þannig að við ætlum að byrja og þó svo þetta sé einfalt og þá ætlum ég aðeins að sýna ykkur bara hvernig við getum notað þessi hjálpartæki. Þetta hér og þetta hér. Svo er auðvitað hægt að nota talnagreindur ef þær eru til staðar og puttana. Það er auðvitað hægt að telja niður á fingrunum. Og ef við erum með tugatölu, eða tug og einingar, ef við förum yfir tuginn, þá er hægt að skoða það hvernig bæði þessi 100-tablan eða þá málbandi getur hjálpa okkur að hoppa heilar tug og svo einingarnar. En að gera að hafa ekki oflókið, ef að þetta reynist mjög einfalt, þá er líka hægt að margfalda, ef að börnin eru komin í það, margfalda teningarna kannski þá verður alltaf hægt að fá fleiri stig. Svo er líka hægt að bæta við teningum og auðvitað geta fleiri spila þetta spil en 2. En byrjum, þú mátt byrja. Kasta teningum, leggur saman. Ég veist 9. Þú veist 9. Og þá getum við talið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 91. Hann lendur í 91. Svona myndi þá málbandi virka. Hann er komin niður í 91. Ég fekk bara 2. Ef ég ætla að sýna ykkur hérna, ég var með 100, ef ég ætla að sýna ykkur hér á blaðinu, þá get ég hoppað hér Það var hægt að nota einhvern kall eða eitthvað slíkt, það var líka hægt bara að strika yfir 1,
2, ég hef komið 98 strikið, en þá þurfum við alltaf að gera blaðið aftur og aftur. Ástæðan fyrir því ég ætla ekki að, ég get auðvitað mjög auðvitað að gera þetta blaðið í tölvu og hafa það í viðhengi og láta okkur prenta út, en ég finnst engin ástæða til þess að börnin læra svo mikið að láta skrifa upp eftir sér tölurnar og þá þetta að fara þarna lóðrétt eða lárétt. Svo auðvitað þetta að nota fingurna, en kasta þú. 6 og 3, ég fekk 9 aftur. Þú fekkst 9 aftur. 91 mínus 9. Við getum líka skrifað þannig að börnin sjáu 91 mínus 9. Þau hræðast jafnvel það að hafa svona stórar tölur, en svo þegar þau sjá að það auðvelt að reikna þetta, að þá Þetta bara 82, eða ekki? 82. Og svo getum við líka nota þetta aftur, eða fingurna. Þegar við erum komin lengra niður spilið, segjum að Kjartan sé með 12 og ég er komin niður í 10 og ég fæ 5 og 6 sem gefa 11. Þá er ég ekki búin að vinna vegna þess að ég þarf að hitta akkurat 0, þannig ég er ekki búin að vinna þetta spilið, þannig að þú mátt gera núna. Hann fær 2 og 3. Það er 5. Það er 5 og 12 mínus 5 eru... Það er 7. Það er 7, hann er komin niður í 7, ég er ennþá með 10. Ég er með 6 og 3. Þetta var svolítið heppilegt til að sýna. Ég fekk 6 og 3 sem eru 9. Ef að ég fer niður 9, þá er ég með 1 afgangs. En ég er alltaf með 2 teninga. Þannig að ef ég ætla að nota þetta, þá er ég með svarið 1. Þannig þarf bara að fá 1. Þannig þarf að fá 1, en ég get ekki fengið 1 af því með 2 teninga. Þannig að það er betra fyrir maður að sleppa þessu. Það er betra fyrir maður að segja, ég ætla ekki að nota það. Ég ætla ekki að nota það. Nota bara 1 tening? Ég má ekki nota 1 tening. Í reglunum þannig að þú verður að nota báteningar. Þannig að gæti verið pínlítið snúið að hitta á akkurat 0. Þannig ég vil ekki nota þetta. Þú fékkst 9. Þú fékkst, já, 9. 5 og 4. Það gengur ekki, þú getur ekki nota. Svona heldum við áfram. Ég fekk 3, 10 mínus 3. Fínt að nota puttana, 10 mínus 3, það gefa mér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eitt í sambandi fingurna. Börnin eru svolítið gjörn á það að telja, þau vita að þetta er 7. Börn sem eru óörugg þannig að það er svolítið að telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það er fínt að benda á og segja, manstu, hvað er? Vilt þú sýna mér 7 fingur? Sýnd þú mér 7 fingur? Að segja, ef þú fara að byrja að telja hérna þessar fingur hér, 5 fingurna, að segja, hvað var það mikið? 5 og svo 6 og 7, já. Þannig að þau vita alveg að hafa 5 fingur á þessari hönd og 2 hér, að láta það ekki alltaf vera, eða þar að segja ef þau vilja að hoppa yfir það stig. Ég held að við þurfum ekki að spila þetta meir, ég held að við höfum útskýrt allt saman, en ég segi þá bara góð skemmtun.